Við erum hérna í sýnidæmi 5 og okkur er gefið að úr 15 manna þingflokki A á að velja 5 ráðherra og úr 10 manna þingflokki B á að velja 3 ráðherra. Á hve marga mismunandi vegu má raða í ráðherrastóla eða mynda þessa ríkisstjórn með þessum 8 ráðherrum. Og við þurfum strax að gera okkur grein fyrir því að ráðherrar eru ekki bara ráðherrar. Það eru mismunandi tegundir af ráðherrum. Til dæmis umhverfisráðherra, félagsmálaráðherra og svo framvegis. Þannig að ólík embætti er að ræða. Og það segir mér strax að ég kem til með að nota permút. Af því að hvert hlutverk skiptir máli hérna. Og við erum núna með 2 hópa og ég ætla að byrja á fyrri hópnum. Það eru 15 manna þingflokkur og úr honum á að velja 5 ráðherra. Eins og ég segi, ég nota þá permút af því að það er ólík hlutverk að ræða. Ég er með 15 í þingflokki A, úr þeim hópi ætla ég að velja 5 ráðherra. Þetta er þá hópur A. Ég þarf þá að margfalda hann síðan við hóp B, en í þeim þingflokki eru 10 manns og ég ætla að velja úr honum 3 ráðherra. Og þá gerist þetta svona. Þau sjáu hvað það koma nú margir til greina. En alltaf þegar við erum að vinna með 2 hópa og erum að velja til dæmis á ólíkan hátt úr báðu þeirra og einhvers veginn að finna heildarfjölda mismunandi mögulegra niðurstaðna, þá þurfum við að margfalda saman þessa hópa eins og við gerum hér.